Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur, eins og við gerum oft hérna við rauðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt ef við ætlum að reyna að skilja samtímann að þekkja eitthvað til sögunar. Og sögufélagið komin með nýja, það sem við kalla seríu, það sem eru svona, þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit, en gæti svo sem heita smárit. En þetta ritruð, ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 bindi í þessari seríu. Þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd. Og þarna fenginn einn sagnfræðingur til þess að skrifa hvert rit. Og ég held að hugmyndin sé svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast tíminn sem að þarna og straumhvörf sem að verða. Er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin? Jú, ég ætla samt að byrja að því sem eitthvað finnst gaman sagnfræðingurum að lesa í, kannski bara fá eina mynd og lesa í hana allan andskotan eins og svo. Taka svona einn atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi. Já, en ætlar að leiðrétta eitthvað Ég ætla að leiðrétta bara smá að því að við erum færri heldur en Danir og færri fræðimenn. Þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100. Hvað er það? Það er allavega stefnan, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara höldum áfram að skrifa þannig að við erum komin upp í 100, en 40 er svona það sem er stemt að. Og það eru 2 kom út í gær og 2 kom út í haust. Hann kom hérna nefnilega að ræða Hringveginn sem var svona viðburður. Já. Sem var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var svolítið svona, við komumst til að þeirri niðurstöðu að þetta verið svona í síðasta skipti það sem var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman. Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist? Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala, en kannski... Já, svo náttúrulega íþróttirnar, ef við tökum íþróttirnar út þessu. Já, það er náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74, þegar það var svona búin að sigra landhelgisstríðið, haldið þjóðhátíð á Þingvöllum, hringvegurinn opnaður. Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskeruhátíð fyrir sjálfstæðisbaráttunar. Það var eiginlega við tölum okkur inn á það. En þú ert á allt öðru tímabili. Já, ég er fyrr og það er aðeins meira basl, aðeins meiri fátækt. Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi og atburðurinn sem ég er að vinna með er breyting sem var gerð á fátækralögunum árið 1927 og snýrist að ná í gegn breytingu sem að hafi verið barist fyrir lengi. Alþýðuflokksmenn hefðu barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kosningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögu 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti. En ástæðan fyrir því ég vel 27 sem er ártal sem að kannski ekkert margir þekkja er svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi, ekki eða kosningaréttin. 27 eða þarna fyrr? 1927 þá er ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir. Hverjir fengu og hverjir ekki? Hvað heldur þau? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir. Hvernig aðgreinir það? Þarna var verið að vinna með hugmynd sem var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem var svona smám saman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæða til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð, þeir gerir það af ástæðum sem þeir ráða ekki við sjálfir. Eins og? Lendi í slysi, missa maka, vera glíma við berkla eða þurfa lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátækra yfirvöldum út af því. Hverju þá ekki? Og þetta voru þessi verðugu. Þeir sem að fá ekki, það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrgð á fátæktinni, þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna, þeir sem voru í óreglu, drikkfeldir, feður sem að
hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis. Og fengu þeir ekki kosningarétt? Nei, og það var bara ákveðið að það væri bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu. Þannig að þeir þurftu, það ætti enda á að hegna þeim með því að og fengu ekki kosningarétt fyrir 30 eitthvað? 34, þá var þessu breytt. Og mér fannst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnum maður með þetta og hvernig... Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar og óverðugir. Já. Þetta kemur alltaf inn í öryrkjaumræðuna og þetta er út allt ennþá í okkar samfélagi. Algjörlega, þetta algjörlega. Og hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Og þess vegna fannst mér þessi greinamennu sem þarna er gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunnhugmyndina á bakvið fyrst fátækrakerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað meðhölla allra jafnt en í raun og veru kannski gerir það ekki þess að þessar hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar. En hver ákvað ef ég var fátækur og hafði þegið fátækarstyrk? Hver var það sem ákvaða hvort ég hefði kosningarétt eða ekki? Það var nefnilega þess vegna sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátækranemndir í hverju sveitarfélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni. Og þessi bók sem að ég er að skrifa, hún er með fókus á Reykjavík og það er til alveg haugur af gögnum sem að fátækranemnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarnir sem fengu hjálp, ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis, en líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og lagði af stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátækranemnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið. Vildur þú vita hvað lína liggur eða? Mér langar bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta. Og það er bara að meta hvert tilfelli fyrir sig. Ég meina, þetta er góður þurfalingur og þetta er vondur þurfalingur. Þú myndi vilja taka þetta að þér? Myndi ég ekki vilja taka þetta að mér? Nei, mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd. Og að því að, þú veist, hver er rót vandans og ég meina þetta er bara, leið þú býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég fór í skjölinn til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði verið framkvæmt. Kynntist þar leiðandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927? Já. Og hvernig var fátæktið þá? Þetta er náttúrulega mest er þetta fólk sem að þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn, er að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis, fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verðuga og óverðuga. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það er nú ómur af því einhvers staðar í gömlum sögum allavega finnst mér það. Já, og það var náttúrulega illa séð að fátækt fólk eignaðist mikið af börnum og þess vegna var svona fyrr á öldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem voru á sveitinni. Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands. Jú. Og það voru bara, svona hugmyndur að og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi svo ekki eftir fleiri börn. Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt einhvern veginn ekki fungera rétt í samfélaginu. Það var alveg hugmyndur að þetta fólk, það verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér. Geðveikir líka. Þannig að, já. Með því sjónarhorni þá er litið á fátæktina eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktina á samfélaginu er að eyða fátækum. Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér. Já. Það er svona voru þau sjónarmið þannig að sástu það að ég kann ekki alveg söguna hvort að þessar hugmyndir séu komnar 27 eða mannkynbóta hugmyndirnar. Ég tengi það nú meira við, kem ekki inn að það í þessari bók, ég var þess annað sem ég skrifa þá ég kom með þess inn á þetta og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á 4. áratugnum. En það er samt svona komin alveg að stað töluvert umræðum að það sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneigni sína svona alveg á 3. áratugnum svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta er komið inn á 4. áratugnum. Ég hugsa náttúrulega alltaf Katrínu Thoroddsen
erindi hennar takmarkanir barneigna sem kom út þarna snemma á 4. áratugnum og svo tengið þetta líka við hann Landlækni. Já, hvað heit hann? Vilmundur Landlæknis. En það er hugmyndir, það sem við erum að tala náttúrulega hugmyndir sem voru studdar af alls konar bandarískum auðkýfingum og var það eiginlega svona vísindalegur grunnur undir Þriðja ríkinu sem gekk miklu lengra heldur en annars þar og eyddu fötluðum og samkynhneigðum og drykkveldum og flogaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko. Já, og en svo var líka til sósíaldemókratísk útgáfa af þessu og Vilmundur Landlækni var meira á þeirri línu. Það sem var bara svona ekki rasískar hugmyndir þarna baki, heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það væri ekki æskilegt að það myndi fjölga sér. Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumannahæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá má eiginlega segja að fólki hafi verið, líka við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfallega við svo hörmulegar aðstæður á þessum stöðum að líf þeirra var ekki langt. En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem er verið að vinna með þarna 1927 í fátækralögunum með því að flokka fátækafólkið eða þurfamennin í þessar 2 flokka. Þess að geta batnað? Til þess að geta bætt á eða? Nei, þeir sem að geta náð sér eða orðið betri eða ekki skaði af í samfélaginu og svo þá í burtu sem eru skaðlegir í samfélaginu. Já, og þess vegna og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta hefur reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni að það er ákveðið að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglustjórinn í Reykjavík til dæmis og ég með fjallaði sem bréf frá honum sem og samskipti lögreglustjórans við fátækranemndina, Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá. Það sem að hann er svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu, þessum sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem er í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á 3. áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það og það er skrifað inn í lög þarna þetta leyti og Litlahraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu. Já, þá ættu að vera handtekinn fyrir að vera landeyða sem að noti svona eitthvað orður gamla dag og fluttur upp í sveit og látur vinna og mögulega náðir að jafna þig á versadómiðinum og kannski fungerar þau í samfélaginu ekki með aftur. Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega. En inn í þessu, maður heyri það alveg með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna. Já. Og það er náttúrulega kannski svona húmanísk afstæða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp af fransku stjórnarbyltingunni líklega eða ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hinn fátæki er ómenntaður og illa þefjandi vegna þess að hann hefur ekki haft aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að þegja sig eftir því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við. Já, það er einmitt nákvæmlega þessi hugmynd er aldrei sigrað sko. Hún er ekki eins og búin að sigra í dag. Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko. En það var nákvæmlega þessi tenging á milli lýðræðissögunar og sögunar af fátækraframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmd laga lýðræði, kosningarétt og svo fátækraframfærslu. Já, og hugmyndir okkur samfélag. Já. Og að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef þú gerir ráð fyrir því að allir séu bornir fæddir jafnir þá útlenskan var í hausnum á mér og að allir jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar
þá smám saman ferð að reka þau á það að en hvað með sem sagt, fátæka mannin sem að misti barnið sitt og barnið þurfti að fara á spítala og það hann þurfti að fá styrk út af því. Ég meina, er hann allt í orðin ójafn, er hann ekki lengur fullgildur borgarið í samfélaginu? Vestur haf og þá það hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu. Já. Ég að leifa honum að kjósa og svarið nei. Og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannorð þá mistur þú kosningaréttin. En nú leifum við öllum að kjósa, nema börnum. Já, það var mjög áhugavert daginn þegar í aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan. Ef ég hefði til dæmis þurft að þiggja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leiðis fyrir 100 árum síðan, þá hefði ég væntanlega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa. Og það eru mörg dæmi þetta. Ég lagðist á spítalann daginn, hefði ég mist kosningarétt fyrir 27. Ef þú áttir ekki fyrir öllum Nei, ég var náttúrulega ekki rukkaður hlutdeild sjúklingsins. Það alltaf verið að klípa manni smá. Já, en á þessum tíma þá þurftur bara að borga í topp. Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru eiginlega ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ég ráð fyrir. En ég meina þetta er þetta ekki margar milljónir sem að, kostar að parkera mér þarna inni. Ég veit ekki, en Örugglega ég hitti mann daginn sem var á lyfi sem ég man ekki hvað hann sagði að það kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári. Svona líftæknilyf, já. Nei, lyfi sem hann var á, sko. Já. Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin væri góð við sig að leyfa sér að vera á svona lyfum. Og hann hefur væntanlega fengið að kjósa samt. Ja, hann fengið að kjósa. En eitt sem við getum hort á fátæktina og sem er mjög áhugavert og það tengist bara svo vel inn í okkar tíma, verður, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu hælisleitendur til dæmis, það eru stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalda ekki vera verðuga og þránandi göttunum. En við gætum, ef við má horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu. Það er ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fengu þeir bara kjósa sem að borguðu í félagið, borguðu skatt. Já. Voru nú eignamenn til þess að borga. Já. Og þá það bara, þetta er bara félag að við tökum peningana og við borgum skattana og þetta þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt. Já. Og síðan kemur hugmyndur það að allir eigi að hafa atkvæðarétt. Hún reyndar að vinnur svolítið fljótt, sko. Það er ekki svo sem margar aldir, hún bara vinnur bara mjög fljótt. Já. En þetta er svolítið munur og kannski eru leyfarnir á því að ef að þú ert þurfamaður, sem sagt ert með neikvæða töku út úr ríkissjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæðans ekki endilega fyrirlitninga á henni fátæku, heldur síðan bara leyfar af svona hugmyndunum hvernig stjórnun og ríkinu átt að funkar eða sveitarfélagina. Já, það er þessi hugmyndum að þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum varið. Og hún bara gegnumgangandi að því hefur rannsakað þessa sögu í svona alþjóðlegu teimi. Þar við skrifaði bók þar sem við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og alls konar lönd undir Kanada. Og þetta er bara gegnumgangandi hugsun alls þar. Þetta er svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn, þá færðu að hafa áhrif á því. Það er mörgum félögum, það er kannað hvort þú hafi borgað félagsgjöldin, og ef þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin, það var ekki atkvæðið á aðalfundi. Já, og svo náttúrulega, ef þú ert í aðilega hlutafélagi, þá vegur atkvæðið þyngra eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kosningalegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig. Þannig að ríkismaður rétti upp bara margar hendur. Já. Og þannig að það var til dæmis í sveitarfélagum í Svíþjóð, þá varstu fyrstu kosningarétt ef þú hafðir uppfyldi kosningarétta skilyrðis bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitarfélaginu og í Bretlandi þá fékkstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir háskólagráðu þá fékkstu annað atkvæði
þá gastu kosið 2 og kannski jafnvel 3 ef þú áttir einhverja eign á tímabili var það þannig. Þannig að þetta er þessi svona hugmynd sem að er ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin að sko grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fæddir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að ákveða hvernig samfélaginu stjórnar. Og það verður smá saman ofan á. En þetta eru átök sem eru kannski, ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920, þá er þetta svona meira og minna. Já, fer eftir löndum, sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið, að konur eru að fá kosningarétt. Ég ætla nefnilega að spyrja þig að því að þú hefur skrifað kosningarétt íslenska kvenna og mjög unnið það. Í þessari breytingu hver er sá sem á að kjósa, er það sá sem að borgar inn eða er það almenn réttindi allra? Hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því? Var hún afleiðing af hinni baráttunni? Eða knúðun áfram baráttuna að allir mætti kjósa. Sko því ef ég er kallinn, ríkikallinn, ef ég ætti að láta því að fá atkvæðarétt út á eign þína, það er eiginlega miklu djarfari ákvörðun. Það myndi taka miklu meiri völd af mér, heldur en að leyfa bara að kjósa. Sko þú vilt leyfa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stétt. Já. Þannig að þú vilt betursetta konur. Já. Og en þannig að það var svona eitt þráðurinn í þessu að veita þá bara ekki verkakonum kosningarétt heldur svona þeim sem voru tilheyru borgarstéttinni frekar. En þetta er bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að Þú varst að spyrja í raun og veru hvernig á þessu tímabili það sem er verið kosningaréttur verður almennur hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu, svona meira og minna með svona undan tekningum eins og fátækt eða afbrotamenn eða eitthvað slíkt eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttindabaráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra. Já. Ég bara veltaði fyrir mér. Sko ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því þetta er í raun og veru sko það er stéttavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttað saman á svo marga ólíka vegu. Það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar, það eru ekki vinnukonur, heldur konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar. Standa sjálfar fyrir sínu búi eða eitthvað myndum við orða það? Já, ekkjur. Það er í raun og veru konur sem eru húsbændur. Af því hérna á 19. öld og víða annar staðar, þá er hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem er að kjósa. Húsbóndin er að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Þannig að þess vegna eru það konur sem eru húsbændur sem í raun og veru fá fyrst að kjósa. Og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátakra hjálpina sem að fá að kjósa hér, þannig að kynjavittin það lifir lengur þessi stéttahugsun og þessi hugsun að hvort að þú sért fullgildur efnahagslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum hún lifir lengur hér. Ég kannski dragaði inn í aðra bók sem þú tókst átt í að skrifa kosningarétt kvenna. Hérna heima, hvort var lögð meiri áhersla á kosningarétt kvenna eða kosningarétt eignalausra? Kvenna, miklu meiri. Þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku. Það var eiginlega enginn sem háði þá baráttu. Já, sko, það er nú eiginlega það sem er svo áhugavert er að, því að það er í raun og veru sko 1904 þá er þessi svona eignaréttar eða skattaskilyrði, þetta er svo lágt að það er í raun og veru allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun og veru allt saman komið þannig séð þegar að Alþýðuflokkurinn er stofnaður 1916 og þannig að það er svona
hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið straumnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verkakalla sem var gert annars staðar á Norðurlöndunum. Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör. Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið. En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruð þeir að því? Þau voru með 2 þingmenn þarna inni. Sko þetta er bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsályktunartillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala um kosningarétt, við erum að tala um sveitaflutning og ýmislegt annað sem við erum ekkert búin að vera að tala um hér en það er svona fleira þarna við erum verið skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum og allt þetta. En þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlanir inn á þinginu og við aðra flokka og þetta er Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vil nú samt svo til að það er íhaldsflokkurinn sem að er við stjórnvölinn þegar þessi breyting er gerð og það er kannski ein ástæðan þess að það er farið í að hafa þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum sem er hægri hugmynd eða? Í raun og veru sko úttöruðu sósíaldemókratarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara að þetta er allt og flókið og það er bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitastjórnarna að fá að flokka fólk svona og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi að þetta getur verið mjög pólitískt. Ætlar að leyfa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki. Og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviptir kosningarétti. Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það er auðvitað eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að forða fólki frá því að og líka kannski ofbeldið að vera sviptur því þess vegna þegar þú nefndir nauðungaflutninga og flutninga milli sveita og í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður. Já. Þannig að það er ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann. Sko. Einmitt. En 27 seinna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með stuðningi alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmálahreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það var kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkefnishreyfingin. En þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann er bara að höfða til góðra samvisku hinna. Þetta er ekki svona barátta eins og maður hægt að benda á flest sko hvernig fekk fólk veikindarétt eða hvernig fekk fólk sumarleyfi eða hvernig fekk fólk að hvíldardaginn heilagan og það er bara verkalýðsbarátta bak við allt saman. En það er engin verkalýðsbarátta bent á af því að hennir fátækur sem að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag. Nei, einmitt. Sko þetta er bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðuflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er rekið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kosningadegi mann ekki hvort það var 1919 eða 1921, 22 eitthvað svona nokkur áður en þetta er gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að og fyrirsögnin er kosningalögin hegningarlög. Nei, fátækralögin hegningarlög.
og vilja sem sagt, og það er verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningalög í tryggingalöggjöf þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á. Og það er auðvitað sem sagt þessi svona stóra breyting frá fátækralöggjafar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður ofan á eftir stríð víða lönd og þar með hér allavega upp á ákveðnu marki. Og þar er saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir ég er ekki á kjörskráni. Og hvers vegna það? Jú, það er vegna þess að eitt barnanna minna, það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala. Og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðinn, þá þurfti ég að fá lán frá fátækrastjórninni. Og við það misti ég kosningaréttin. Þannig að barátta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að, og að því að ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun. Nákvæmlega svona dæmi er til, raunverulegt dæmi. Það var svo sorglegt að þá hafði hann dáið, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðinum og faðurinn misti kosningaréttin við það. Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttindabaráttu samkynhneigðra fá breytingar á lögum, réttin til þess að eignast börn og giftast og allt það. Þetta er líkara heldur svona verkalýðsbaráttu eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem er eiginlega beitt afl í verkalýðshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum. Það var auðvitað verið að gera það líka en kannski sem sagt, er þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna er þetta er svona mannréttindabaráttu, þess vegna þetta er ágætis hliðstæða við hinsegin baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar. Það hefur ekki gert neitt af sér, segir Alþýðuflokkurinn. Það er engin ástæða til þess að hegna þessu fólki. Við þurfum bara að vera með almennilega tryggingalöggjöf, þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið. Það er svona boðskapurinn sem náði gegn. Já, þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að seinna gætu kannski kallast svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hvernig samfélagið á að virka, að taka það sem áður hafði verið viðfang lögreglunar, að ef var fátækt heima á þér að þá kom sýslumaður eða eitthvað og leyst upp heimilið og það var tekið að þessu sem lögregluaðgerð. En það slepp ekki allir yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni. Sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt. Já. Ég held að í mínu líftíma það hafi verið þannig. Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að. Ég þekki það ekki, en ég þekki það hins vegar að þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett, þar sem að þessum tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á, það voru sett 36 og í tengslum með það voru sett ný framfærslulög árið 1935 sem áttu að taka við af fátækralögunum. Og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum, bara langt aftur í aldir, að þeir sem að fá styrk, þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk. Þannig að ef þeir eru í óreglu, ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim er veitt og svo framvegis, þá má hegna þeim. Það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum. Þannig að þessi ákvæði fylgjast með þeim, já, örugglega líka, já, örugglega. Og þannig að þetta er bara lifir áfram inn í þegar velferðarkerfinu komin á, þá er þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru að því að þetta er sem sagt bók sem að tekur einn atburð, skoða forsöguna og fer síðan, þannig ég fer með þetta alveg inn í samtíman og það er alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar. Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækrastyrk sem að heiti framfærsla í dag hjá Reykjavíkurborg. Ég heldur gefið upp að það megi skoða bankareikninga og fleira. Já, það. Ég held að sé þannig. Og hver er tilgangurinn þá? Til þess að það séu sannarlega verðug, þannig að sé ekki einhver svona, og það er náttúrulega mikið eftirlit
þú getur verið einstæð móðir og þegið aðstóð. Svo fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lendi í einhverju vandræðum sko og einhver leiti þá fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að við kannski getum ekki kallað líðréttindi en það liggur við. Það einhver skilyrði, já. Það liggur við að þetta sé eiginlega þú gefur eftir ákveð rétt til bara eins og sumir myndu skilgreina bara engalíf. Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna. Býr maðurinn á heimilinu eða hann bara gestur eins og þú segir? Ég held að ég hef fætt fólk tala svona eftirlit sko. Já, náttúrulega hvort það sé verið að svindla á kerfinu og svona, já. Akkurat. Þá það gert sko í nafni þessa verðugheitin og ekki verðugheitin. Ég meina þessar hugmyndir, þær eru bara svona... Já, og það bregður engum þegar ég segi það. Af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að ég meina ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér. Já, og ef þú ert í neyslu og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga. Nei, það er nú svona kannski aðeins öðruvísi tekið á því núna en það var náttúrulega ekki... Þetta eimir ennþá. Og það er einhvers konar kerfi sem á að hjálpa fólki sem er að glíma við fíkn sem ekki var náttúrulega á þessum tíma, alls ekki. En svona hugmyndir lifa mjög lengi. Stundum finnst mér eins og, ég má fara bara allt annað eins og bandarísk stjórnmál sem ennþá lituð af bylgjum innflytjenda sem að komu þar, sem að komu fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu. Svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarískum stjórnmálum. Og að sumileyti þegar ég að hlusta á því verið að lýsa svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka, að þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örkja og fleira þar sem við endrómurinn af þessu. Já, það sumileyti þessari barð. Já. Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Þetta er ekkert illskiljanleg hugmynd. Það er ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi. Ég er ekkert að halda því fram. Ég er ekkert að segja að þetta sé óskiljanlegt. Það er mögulega ef þú getur það ekki, einhverjum ástæðum, að þá fái ég vald yfir þér. Það er ekki alveg. Nei, einmitt. Og það er það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar? Hvað eigum við að, hvað á samfélagið að fá... sko, hvað áttur rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum. Það er svolítið það sem verið að það er svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu. Er það því að þú eru rannsakað kosningarétt og ég aðeins í lokin kom með eina hugmynd. Það er þetta er náttúrulega stórkostleg breyting bæði eins og við höfum verið að tala bara breytingin í aðdraganda almenns kosningaréttar. Það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað. Og með kosningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér að almenningi. Því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á stjórnmálin. Ég held að það er ekki kosningaréttur nær svona hámarki kannski 1970 eitthvað það liti. Já, þáttakan. Já, þáttakan. Já. Svo er hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og eitthvað fleira. En eftir það hefur verið svona dregið úr kosningaþáttöku. Og það er til, ég hef lesið eftir menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun, af því það var góð tilraun, en hún er ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna, við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndur að láta börn fá atkvæðarétt, það er stjórnmálinn hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vand að benda á það að þú hlustar á stjórnmálamenn í dag, það er miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980. Þegar að barnafjölskylduna voru stærri hluti af þeim sem voru að kjósa af því að fólk eldist og hlutfall eldri vex og allt þetta. Þannig ég bara velta fyrir mér þetta með
svakalugu byltingu sem fólst í almennum kosningarétt. Hvort að þú hafi eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leyti að fjara frá okkur. Allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósendum. Ég heldur sé sterkari núna heldur en menna ég hef verið til. Sko, ertu að spyrja hvort að lýðræði sé í hættu? Já, því að við veist alltaf smerkilegt að auðvitað er það í hættu. Hversu hægt það gerðist að konur kusu í sama mæli og kallar. Ég held að við tekið bara 40-50 ár. Já, kannski ekki alveg, en það tók svolítið tíma, já. Þær voru bara að venjast í að nota kosningaréttin. Já, líka kannski var þetta mentu niðurst að segja, já, þeir eru ekkert að fara að hugsa um mig hvað sem er. Ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla. Má vera að það er að hugsa þannig líka. Já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því eða hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í, ég meni ég hef skrifað grein þar sem fær rauk fyrir því að það var ekkert ætlast til endilega stjórnmálakallarnir sá ekkert endilega fyrir sér að konur væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar það fengu kosningaréttin og líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það var ekkert sérstaklega. Og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem að stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá. Þannig það er kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir en 1970, minnir að sé svona 40-50 sem þær eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstað, punta sig upp og þetta var mjög hátilega aðtöfn og svona við þekkjum það allt saman. En sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þessi þróun heldur áfram að kosningaþáttakan minnkar, það eru þetta alls konar ástæði fyrir því. Við erum ekki einsleitt samfélag og við vorum. Og þetta er auðvitað oft nefnt að hér er fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum, bara af því að það einhvern veginn finnst, það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. áratug 20. aldar. Miklu dræmari kosningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildulega ríkan kosningarétt í sveitarstjórnum. Það munar bara gríðarlega miklu. Já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem kannski hafa ekki alist upp hérna. En líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni. Þetta er allt orðið svo, við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi, þannig ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú er komin langt út til það sem ég veit nokkuðum og þetta hafa stjórnmálafræðingarnir, þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna. En samt ekki svo mikið, vegna þess að einhver leiti er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 27. Það er rétturinn til þess að kjósa og í því til þess að það virki í vel, að þá þurfa stjórnmálun einhver leiti að snúa að því fólki. Eins og ég held að þessi dæmi kosningarétt kvenna að líða yfir hálf öld þannig til að stjórnmálun er að snúa sér að konum. Já, mitt. Þannig að margt af þessu fólki var ekki eins og stjórnmálun að þau getur notað atkvæðarétt sinn til þess að stjórnmálun sinntu sínum hagsmunum. Já, ég er mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars. Hefur einhverja hugmynd það? Hvað er hún verið mikil eða lítil? Ég segi núna að það verði, það sem að mestum máli sitt í bandarísku stjórnmálum er hver fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barátt um það. En hvað heldur að mæti margir á kjörstað? Negið gæti unnið ef það er þannig að þessi hvatinn sé meiri hjá þeim til að mæta. Að þau eru að koma í vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati. Á meðan að það er ekki alveg svo vá fyrir dyrum hjá hinum. Þannig að ef að þeim tekst eitthvað að láta kosningarnar snúast þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst þetta að fá sitt fólk á kjörstað þá nota Bandaríkjamenn nota alls konar aðferðir til þess að fæla fólk frá því að kjósa. Gera bara kosningarnar einhvern veginn ómerkilegar og andstæðingin svona dúbjus og einhvern hátt og öllum aðferðir nota til þess að svona það raunverulega skiptir einhver máli og það er allt nota sko. Já, og svo er náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
Til að kjósa þar. Já, og náttúrulega eru umræður núna hjá Trump að taka upp strangari skilyrði, þannig að og það leiðir til þess að margir munu bara ekki í raun og veru hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að það er mjög áhugaverð fræðileg umræða þetta með kosningaréttin og hvernig í framkvæmdina, hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það er bara beinlínis verið að reyna að haga framkvæmdinu þannig að þetta fólk get ekki kosið. Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa hlotið dóm, að þetta bitnar hlutfallslega náttúrulega miklu meira á svörtum sem eru líklegri til þess að kjósa demokrata heldur en republikana. Já, það er reyndar svona áhöld það, en jú, allavega stór, mjög margir stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið. En mér finnst íslensk stjórnmál orðin líkari þessu að ég held að þessar sveitarstjórnarkosningarnar að þeir sem svokallar vildu breytingar í Reykjavík sem maður veit ekki alveg í hverju eru fólknar, að þeir fóru frekar að kjósta. Það var hæst kjörsókn í Grafavogi sem réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem á meðan að stuðningsfólk samfylkingarinnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður af því að þeir sáu ekki, þetta voru ekki alveg kosningarna þeirra einhvern veginn. Sumstaðar hefur verið tekin upp kosningaskylda að fólk skildað að koma og nýta atkvæði sitt. Hefur verið góður árangur af því? Ég þekki ekki alveg nógu vel. Mér minnir þetta að vera í Ástralíu eða Nýja-Sjálandi og hvort að þú fær sekt ef þú mætir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð og geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana. Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tiltölulega áhugalaus gagnvart þessu. Já. Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað meira. Og við erum að taka ákvörðunum framtíð samfélagsins byggða á hvernig tiltölulega áhugalaust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast bæði með að hvetja fólk til að hver er bestur í því að hrekja fólk á kjörstað eða draga það en líka hefur maður séð að sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undanfarið heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt í henni getur það bara hreyft 4-5% sem að ég man ekki eftir svona sveiflum svona í forstakostningunum bara allt með höllu bara á 2 dögum ég trúi skoðanakonum að nái meira og minna þannig að einhver leiti er afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast. Já, það er þetta sem að margir hafa bent á að flokkshollistan var náttúrulega miklu meira, það er miklu meira flögt á milli flokka og þetta er náttúrulega allt saman mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og er það gott eða er það slæmt? Það veit ekki. Veit ekki. Þarna upp úr þessu þegar að vera til alþjóðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka Framsóknarflokkinn og samvinnuhreyfinguna stóðu með sínum hreyfingum alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum. Já, og bara þetta var svona ævi commitment eins og þetta. Og við sjáum hvað gerist þegar þetta brestur. Og eins með náttúrulega kjósendur Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma, og líka fram alveg á 9. áratuginn raun og veru. Já, því að Sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugnum að verða alþjóðuhreyfing líka. Já, sem að er stórkostlegt afrek á þeim. En við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi þegar að þessi tryggð að ég er hluti til í verkalýðsstéttinu og ég kýs verkalýðsflokkinn alveg sama þótt hann sé að bregðast mér. Þegar þetta síðan brestur að þá leysast eiginlega stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma. Já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum, skulum við segja þarna í Bretlandi með þennan reformflokk sem að verðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu
tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta er Það hélt ekki, sko. Það hélt ekki og núna sem sagt núna bara er komið upp það ástand, þetta er svo margar hreyfingar að þú nær meirihlut á þingi með bara 26%. Bara 26%, já, einmitt. Að reform geti náðu mjög góðum þingmeirihluta með 26% fylgi. Já. Það verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi? Bæklingi? Bók? Smáriti? Hvað kallar þetta? Sería, þetta er sería sögufélags. Og ég var að segja hvað, næstu 2 bækur, hefur ekki spennt að heyra. Það er hérna Jörundur 100 daga konungur, Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan er Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík Kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundinn í Höfða 1986. Þannig að hún fer þá aftur, þannig er kaldastríðið eiginlega klárast. Já, og svo fer hún aftur og er svona að skoða hvernig kaldastríðið byrtist í borginni hérna. Já, það er mikil áhrif hér í borginni. Fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengi eða lán eða störfum eða hverju sem er eftir ykkur. Já, og svo náttúrulega, hún er líka að skoða ýmislegt annað, hérna, bara borginna sem rými og svona, þannig byggingar og Þetta er spennandi. Ég fæ þær til að koma hingað og segja okkur. Það verður í haust. Það verður í haust, já. Kærar takkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf. Næsti kafli er Augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.